þá máttu bara koma þér þægilega fyrir þar sem þú situr eða liggur. Og ég ætla að bjóða þér að draga djúpt inn andann. Og bara slaka á. Ég bara legg þessa stund í þínar hendur, Jesús. Ég þakka þér fyrir að hvert orð sem kemur fram með munni mínum í samræmi við þinn vilja. Ég beygi mig undir þitt vald og þinn vilja, heilagur andi. Og ég þakka þér fyrir að þú ætlar að vinna kraftaverk hér í kvöld. Þú ætlar að lækna og þú ætlar að leysa í Jesú nafni. Amen. Og við ætlum að byrja á því að fara með svona hermibæn sem þessi svokallaða frelsisbæn. Og fyrir þá sem að vilja öðlast þetta lifandi samfélag við Jesú eða öðlast ennþá nánara samfélag við Jesú, þá megi ég bara endurtaka upp á þetta eftir mér. Kæri Jesús, ég trúi því að þú sért Guð. Ég trúi því að þú lifir í dag. Takk fyrir að fyrirgefa syndi mínar. Takk fyrir að endurfæða anda minn núna. Komdu inn í hjarta mitt, Jesús. Og fylltu það af þínu ljósi. Takk fyrir að ég er þitt barn. Að ég lifi í þínu ljósi. Í þínu kærleika. Alla eilífð. Amen. Og það ætla ég bara að bjóða þér að draga einu sinni djúpt inn andann og bara leyfa þér að slaka betur á. Og þetta er svona bæn þar sem við ætlum svolítið að taka ákvarðanir í hjarta okkar sem að snúa að okkar samfélagi við Guð. Og við bara byrjum á því að koma fram fyrir þig, Jesús. Og bara iðrumst alla þeirra skipta sem að við vorum í einhvers konar vantrú hver þú ert. Og við bara afhendum alla vantrú til þín, Jesús. Og ég þakka þér fyrir að þú hreinsa burt alla vantrú úr hjarta okkar. Takk, Jesús, fyrir að gefa okkur þína trú. Trú sem er guðleg, heilög, hugrökk, og kröftug. Og ég þakka þér fyrir, Drottinn, að með elsku þinni og kærleika rekur út allan ótta. Í Jesú nafni. Og ég vel að taka við allri þinni ást, öllum þínum kærleika og allri þinni elsku. Inn í hjarta mitt. Inn í sálina mína og inn í líkama minn. Og inn í huga minn núna.
nú flæðir yfirflæðandi ást Guðs inn í hjarta þetta, inn í hverja frumu í líkamanum, inn í hverja hugsun. Og hjarta þetta fyllist af þeirri trú að þú ert elskuð, að þú ert elskaður, fullkomlega, algjörlega og skilyrðislaust af honum. Og Guð vill að þú elskir þig líka eins og ert. Við ætlum að taka núna heiðra Guð með því að segja í Jesú nafni, þá vel ég að elska sjálfa mig eins og ég er. Ég elska sjálfa mig skilyrðislaust. Af því að Guð elskar mig skilyrðislaust. Og ég tek ákvörðun frá hjartanu að elska annað fólk skilyrðislaust. Af því að Guð mæti mér með kærleika, þá get ég mætt sjálfri mér eða sjálfum mér með kærleika. Og þá get ég líka mætt öðru fólki með kærleika. Og Jesús er kærleikurinn. Og Jesús er í hjartanu þínu núna. Hann er í andanum þínum. Og kærleikurinn er ráðandi afl, kraftur, máttur í þínu lífi. Þú gengur í kærleika Jesú Krists daglega. Og þessi kærleikur flæðir í gegnum þig, frá þér. Það er stórkostlegur kraftur. Kærleikur er ekki bara afl eða kraftur eða máttur sem að kemur frá Guði, sem Guð er, heldur líka val og ákvörðun. Hvernig við veljum að koma fram við okkur sjálf, hvernig við veljum að koma fram við aðra. Og núna flæðir kærleikur Guðs inn í þitt val. Hver einasta hugsun, hver einasta ákvörðun, hvert einasta val, hver einasta hreyfing og hvert einasta skref er knúið af kærleika Jesú Krists í þínu lífi. Við þökkum þér fyrir, Drottinn, að þú setur orð þitt
inn í hjarta okkar, að því að orð þitt læknar. Það er kröftugt og lifandi og það umbreytir okkar innri manni. Og við tökum ákvörðun frá hjartanu núna að gefa okkur, þér Jesús, algjörlega, fullkomlega á vald. Við beygjum okkur undir þitt vald, Drottinn. Og við biðjum að þinn vilji verði en ekki okkar. Nú ætlum við bara að sitja í nærveru þinni, Jesús. Kannski sérðu hann fyrir þér í huganum. Kannski skynjarðu bara að sérðu ljósið hans. Kannski Guð að sýna þér einhverja sýnir. Tala til þín. Ég bið þig, Drottinn, gefðu okkur hlustandi hjarta og eyru sem heyra. Og heilagur andi er hérna. Og kraftur heilags anda er stórkostlegur, guðlegur, yfirnáttúrulegur, kraftaverkakraftur, lækningakraftur. Og ég ætla að biðja að segja bara í hjartaðinu: Komdu, heilagur andi. Þú ert velkominn. Og nú ætla ég að biðja fyrir öllum sem er að hlusta. Í Jesú nafni læknastu. Í Jesú nafni, þú ert heil, þú ert heill. Þegar þú, Jesús, þegar þú dóst á krossi og reist aftur upp frá dauðum, þá tókstu á þig alla sjúkdóma og öll veikindi og þú læknaðir það. Þegar þú hefur allt vald og sigur yfir þessu. Og fyrir kraft heilags anda ertu enn að lækna í dag. Í Jesú nafni þá hasta ég á allan ótta og ég reka nú út. Af því að kærleikur og ást Jesú Krists ríkir í okkar hjarta. Og í Jesú nafni þá hasta ég á hverja myrka hugsun og skipinni að fara út og koma aldrei aftur. Og ég þakka þér, heilagur andi, að þú fyllir hug okkar að þínu ljósi, að þínum friði, að þínu heilbrigði. Og hver einasta hugsun
hlýðir Kristi. Þú veist að þú ert að læknast, þú finnur það í hjartanu þínu, í sálinni þinni, í andanum þínum, í beinunum þínum. Ekki fyrir okkar kraft eða okkar mátt, heldur fyrir kraft heilags anda. Og nú fyllir Jesús hjarta okkar af gleði sinni. Jesús segir, verum glöð. Verum glöð og fögnum í honum. Ég ætla að byrja með að ímynda núna bara þig og Jesús og þið eru bara fagnandi saman. Glöð eða glaðir, brosandi, hlæjandi, fagnandi, að því að Guð er að fara að gera eitthvað stórkostlegt í þínu lífi. Hann er að blessa okkur. Hann er alltaf með okkur, alltaf hjá okkur og hann mun aldrei yfirgefa okkur. Amen.